sest hjá mér hún Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar og við ætlum að fá fréttir af svæðinu. Velkomin. Já, takk fyrir. Hvað segirðu þú í dag? Ég segi bara fínt. Hvernig leggst september í þig? Hann leggst vel í mig. Já, komin rútína á fólkið og börnin? Skólarnir byrjaðir og íþróttastarfið farið af stað og tónlistarkennslan og allt þetta, þannig að það allir komnir með sitt prógram. Já, gaman að hittast á ný og eins og ég segi, fara í þessa, ég veit marga foreldrar sem eru mjög ánægðir, rútínan komin aftur. Einmitt, það munar það á mörgum heimilum. Já, heldur betur. Allir fara í háttinn á réttum tíma og svona. Já, nákvæmlega. Herðu, ef við byrjum bara hérna á, fyrstu fréttinni sem verður á árborg.is, að þá voru það að ganga frá samningi stækkun verknámsaðstöðu, er það ekki? Já, það var í gær verið að skrifa undir samning hönnunar þáttinn í þessu verkefni sem er framöndan að stækka verknámsaðstöðuna í fjölbrautaskólanum. Og það er sveitarfélagið Árborg aðili ásamt öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi sem koma þessi gegnum héraðsnefndirnar. Og það var gengið frá samningum í gær og hönnunarvinnan er farin af stað og hönnuðir hafa verið að taka svona til ábendinga frá notenda húsnæðisins, skólameistara og fleiri. Já. Og eru svona að laga alltaf þeirra þörfum, en það byggir sem sagt á verðlaunatillögu sem var samþykkt þarna í fyrra sumar, það er nú svolítið langt síðan. Já. Það er gengið ekki mjög hratt, sko, en þetta hefur dregist eitthvað. Já, en nú er gert ráð fyrir að þessari hönnunarvinnu ljúki í desember og síðan eru bara útboð og framkvæmdir í framhald af því. Og það var reyndar líka í gær verið að taka fyrir í sveitarfélaginu í skipulags- og byggingarnefnd nýtt deiliskipulag á svæðinu, þar sem er breytt svolítið akstursleiðum fjölbrautaskólalóðina og auðvitað settir líka byggingareitur fyrir þessa nýju byggingu. Jú. Þannig að þetta verður allt klárt til að fara að móka bara eftir áramótin. Þetta er töluverð stækkun eða viðbygging, þetta er 1653 fermetrar. Já, þetta er heilmikil stækkun og þetta er stærra heldur en núverandi verknámshús er. Já. Og það verður líka tekið í gegn og þessar tekningar sem ég er búin að sjá, þetta lofar mjög góðu. Þetta verður mjög verulega bætt aðstæða fyrir verknámið. Já, og kannski komið tími til. Já, löngu komið tími til. Sprungið kannski. Þetta húsnæði sem það er í núna er auðvitað orðið mjög þreytt og allt og lítið, sko. Já. Nákvæmlega, þannig að þetta er gott mál. Það er allan að búið að ganga frá þessu samningi og nú hefst bara vinnan sjálf. Já, þetta er á beinu brautinni. Það er glæsilegt. Svo vorum að ræða þegar við fórum í loftið að það er mikill fjöldi auglýsinga núna á heimasíðu Árborgar. Já, það er bæði verið að auglýsa laus störf og ég get alla sem eru í atvinnuleit til að kíkja á það. Og síðan eru við að auglýsa líka núna til dæmis útboð á jarðvinnu vegna væntanlegra viðbyggingar við Sunnarlækjarskóla. Við ætlum að byrja að móka fyrir áramótin til þess að halda takt í þessu verki og geta tekið það í notkun næsta haust. Og þarna á að fara að stækka skólan? Á stækka skólan. Er hann að springa líka? Hann er bara að springa. Já. Og það er bara að fjölga íbúum hérna og við erum svona alveg að nálgast 8.000 manns. Glæsilegt. Þannig að við þurfum að fara að horfa í kringum okkur og vakta það þegar sá 8.000-asti kemur eða fæðist. Já. Þannig að það er bara spennandi. Þetta er gott mál að það sé fjölgun í Árborg. Já, það er mjög gott. Ekki veitir að það er alltaf gaman að fá nýtt fólk. Já. Og nýja meðlimi, hvort sem þeir flytja hingað eða fæðast. Já, það er alltaf gott. Breyttur opnunartíma á gámastöðinni, það er náttúrulega búið vetraropnunin komin í gang. Og svona ýmislegt sem að breytist er að sumrinu líkur og svona bara eins og gengur, sko. Já, og breyttur útvistartími barna og það er allt í lögum og reglum frá barnaverndunefnd. Já, það þurfa allir að fylgjast með því núna og passa það að útvistartími barnan er að styttast. Og þau sem að fengu áður út til 10, þeim hefur núna bara verið til 8. Það er ekki sumum súrt í broti, en það er nú orðið dimmt á þessum tíma. Já. En þetta er það sem skiptir bara ofsalega miklu máli, það er svefnin fyrir krakkan í skólanum. Skiptir miklu máli. Og það er bara að vera að tala að börn og unglingar, þau þurfa alveg 8 til 10 tíma svefn. Já. Ekki minna en það. En segðu mér, þú varst hérna á ansið skemmtilegu fundi. Já, ég var bara að koma beint af fundi út á jarðskjálftamiðstöð, það er rannsóknarmiðstöð Háskóla Íslands í jarðskjálftaverkfræði eins og nafni hérna sáfus. Þetta er mjög margt að gerast hjá þessari stofnun og ég er ekki þessum allir íbúar átti sig eitthvað á því hvað þannig er í gangi. Nú til dæmis í vetur verða þarna 5 doktorsnemar og þeir búa allir hérna á Selfossi, allir í námi við jarðskjálftamiðstöðina og þannig að það er heilmikið líf þarna og núna var í heimsókn prófessor frá háskólanum í Kyoto. Já. Og var að segja okkur frá starfsemi þar og sumir af starfsmönnum jarðskjálftamiðstöðar hafa reyndar komið þar og kynnt sér
En það mikið starf svona varðandi það að alls konar rannsóknir varðandi náttúruhamfarir af ýmsu tagi. Hann ætti að þekkja jarðskjálfta? Já, þetta þekkja jarðskjálfta. Þeir hafa aðeins öðruvísi jarðskjálfta við. Þar eru flekarnir að nuttast utan í hvern annan. Hérna hjá okkur er þetta svona landið að færast í sundur. Já. Þannig að það er aðeins öðruvísi. En mér sýnir sko það sem ég þekki til starfsins sem er að vinna hér að þarna væri náttúrulega fulltrúi frá gríðarlega stórum háskóla sem hefur mikið af rannsóknarstofum og mikið af starfsfólki og öllu. Það sem við erum að gera þó við séum svona lítil, það er bara mjög gott líka. Við erum bara hérna eins og í jarðskjálftamiðstöðinni verið að vinna að alls konar rannsóknum og verkefnum sem skipta máli fyrir samfélögin. Það er mikið verið að vinna í alls konar verkefnum sem varðar svona það hvernig þetta er að auka, hvað maður segja, þol samfélaga til að takast á við náttúruhamfarir og bregðast við áföllum. Þannig að við erum bara alveg góð þó við séum bara þessi litla þjóð. Já, hafði hann eitthvað það að segja með að við komum lítil en við erum náttúrulega með mikla reynslu af eldgosum og jarðskjálftum og hvernig... Og þetta svona var nú þannig upp að við fundum að vera að spyrja fulltrúana hér á jarðskjálftamiðstöðinni af hverju þetta verið staðsett á Selfossi og þetta svo sem ýmsar ástæði fyrir því, það voru húsnæðisvandræði í Reykjavík og það kom stuðningur frá sveitarfélaginu hér en svo líka það að þetta er auðvitað bara rannsóknarstofa hér. Jarðskjálftamiðstöðin er bara staðsett þar sem að jarðskjálftarnir eiga sér stað og stutt frá þessum eldfjöllum okkar og öllu. Þannig að hér þeir eru bara að vinna akkurat út á vettvangi sko. Það ekki skemmir það fyrir að það er nú sprunga sem líkur hérna í gegnum Selfoss. Þannig að hér er allt til alls til að rannsaka jarðskjálfta og þetta er heilmikið mælanet bæði í Hveragerði, það er mjög þétt net þar og svo eru mælar hérna á Selfossi, til dæmis í Ráðhúsinu eru mælar í kjallaranum og á efstu hæðinni og það er hægt að fá að sjá hvernig Ráðhúsið hreyfðist í jarðskjálftanum 2008 og það er alveg ótrúlegt sko. Ég var nú stöddar sko, en það er líka það var maður mann hvernig það var, en að sjá þetta svo á línuriti, munin á hreyfingunni á efstu hæð og niður í kjallara, þetta er alveg ótrúlegt. Já. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Fór hann eitthvað inn á eldgosi sem er í gangi núna? Nei, það var nú ekki rætt það en hérna, það eru þetta allir vísindamenn að fylgjast með þessu allavega með öðru auganu og ef ekki báðum og þriðja auganu líka sko. Allir spenntir. Það er allir að skoða þetta. Já, nákvæmlega. Það er búið malbygg á Austurveginn? Já, við gerðum dreifið því bara og það er bara mjög ánægulegt og við vorum að tala um það hérna í spjallinu í síðustu viku, þá var verið að vinna í þessu að þetta hækkar örugglega bara hamingjustuðulinn hjá íbúum. Klárlega. Það voru ansi margir mjög ósáttir við þetta. Ég er nú nýkominn að utan og mér fannst aðeinslegt að keyra Austurveginn þegar ég kom heim. Já, alveg frábært. Þetta er alveg rennislétt og ég vil bara þakka Vegagerðinni fyrir að hafa brugðist við þessu og laga þetta. Nákvæmlega. Svo svona lokum áður við skellum okkur í hádegismat að þá auðvitað má ekki gleyma Selfoss-stelpunum í knattspyrnunni. Nei, það var leikur þarna síðustu helgi og þó þar hefði ekki unni leikinn, þá stóð það sig gríðarlega vel og auðvitað er þetta mikill áfangi að komast svona langt. Þetta er fyrsta skipti sem að Selfoss fer í bikarúrslitaleik. Já, þetta er fyrsta skipti og þetta er ungt lið og þær voru bara mjög flottar. Það verður bara að segjast eins og stemmingin á vellinu var ótrúleg. Já, frábær. Það var alveg frábær. Það voru þarna 5 stútfullar rútur frá Guðmundi Tyrfingsinni. Já, og Selfoss átti alveg stúkuna sko. Já. Þannig að þetta var bara mjög gaman að það eru allir stoltir af stelpunum. Já, og það var líka gaman að eitthvað fyrirtæki hérna voru duglega svona að koma að því að gera svolítið úr þessum degi. Hótelið var með heilmikið hjá sér, Guðmundur Tyrfingsson og fleiri. Mörg fyrirtæki sem koma að þessu með einum öðrum hætti og það er bara frábært. Það tókst að skapa mikla stemmingu. Það var eiginlega skemmtilegt þarna móttöku hóf, má segja, á hótelinu þarna kvöldið. Já. Þannig að þetta var reyndislegt. En segjum þetta gott í bili. Ásta Stefánsdóttir, takk fyrir spjallið. Já, takk. Takk.